Vinner semifinal. Sleppwell var hann gæti nota Kimberly, hann mjög góður Kimberly. Nú, já, alveg, ég held að hann hefði talað það, hann hefði verið Kimberly fyrst og síðan hann hefði skiptið í Aki þegar hún byrtist. Akkurat. Líka sjátt á hann var að spila í einhverju móti í Berlín í öðru sæti. Já, öðru sæti, sko, mér varst það klikka, sko. Representa litla landið okkar, sko. Einmitt, það var mjög flottir. En förum beint hérna í Igloo Jolly-Timer. Núna spurning hvað gerist hér, byrja mjög vel hérna. Gott backdash. Báðir rosalega góður í þetta, passa sig. Býttu nú við. Okay. Flott. Ok, komið þróið, hvað pressurið hérna? Ok, gott low. Perfect parry. Þannig að málið, sko, á móti Marisa viltu gera það ágætlega mikið af lows því að hún akkurat, það ekkert armorið fer ekki niður á fætuna, sko. Já, alveg rétt, ég gleymi því alltaf. Ég nefnilega fokka því alltaf upp þegar ég að gefa mótinu bara eitthvað. Það ekki alveg að tippa hann út þarna. Það svo að passa þig á, sko, þegar það varst á mótinu. Ok, mér sýnst Igloo. Spurning á undan að tippa út á undan. Þarna, hann kominn í burnout. Býtu, þetta ekki besta staðan í heimi fyrir Jolly, en við sjáum til hvað hann getur gert. Igloo hérna, gott pressure, halda sér bara frá. Þarna vel gert, ok, fyrsta round bara sterkt hjá honum. Ok. Flott DP hérna til að koma hann á sér. Akkurat. Armor nú bara eitt armor hit, svo. Eitthvað sem gerir multi-hit eins og þetta, alveg bara rífur í gegnum það. Hann haldur sig góður í fjarlæg líka, en hann vill ekki fara of langt inn út af því að hann veit að Marisa og Jolly-Timer geta gert rosalega dæmyndaðinn á þarna. Þetta bara rétti veitaði í höggið hennar maður. Já, tilbúinn með counter DI-ið. Hvað komboið? Hann einu með level 3. Jú, hann eyðir öllu fyrir þetta. Þetta lítur út fyrir að vera alveg nóg, sko. Málið að Marisa með 500 meira líf en mikið af personum, en jú, hann náði þessu. Svo sannarlega skipt ekki máli þarna. Igloo tekur fyrsta leik og rosalega sterkur líka. Hann að ná að halda sig góður fjarlægð, reyna að vera ekkert að fara ómikið inn, taka low-in þegar þess þarf. Akkurat, og svo á momentum sem skiptir máli að akkurat confirma í eitthvað big combo. Eða corner carry. Erfitt fyrir Jolly-Timer að komast inn núna, sko. Það getur líka kannski verið náttúrulega veikleiki hjá Marisa að komast inn. Nefnilega. En þegar hún inni þá náttúrulega byrja damageið, sko. Það nefnilega málið, og svo erum við þetta scary command grab sem við getum hendi líka. Það líka svo mikið ruglað að það eru... Nei! Þetta var svakalegt backdash! Kom inn að, færi eitthvað big. Ok, setupið. Já, cross-up. Nei, ekkert að confirma eitthvað meira af því miður. Það var ekki nógu mikið damage sem hann náði á hann, en hérna hoppið yfir, sko. Gott counter hit þarna. Já, maður það að vera patient, sérstaklega sem Marisa. Sjá þetta backdash, ég held að... Ground projectiles eru algjört bein af hennar existence, sko. Það frekar rosalega til þess að sjá hvað Igloo góður að backdasha líka á réttum tíma, sko. Já, þarna, ok. Náða að catch hann, býtu, þetta gæti verið... Ekki alveg nógu mikið, en þarna... Þarna. Ok. Nú vaknar risinn, sko. Já, ekki. Núna báðir með 2 mít... Ég held þessi með akkurat sama mít en magnir með þess að. Bara næstu ég bara nákvæmlega sama. Já. Þannig að þeir eru á góðum stað, báðir með meter. En Jolly-Timer náði þessu góða rándið þarna. Hann ætlaði að fara eftir þróinu. Ég sá líka, þetta var super armorið hérna þróið. Akkurat. En DP nær á þessu. Hann var bara tilbúin í líka að... Býtu! Nice reversal, flottur. Ok, lítið eftir að meter, nú bara að chippa hennar meter út. Yes. Já, ok, núna hefur hann ekkert invincible DP til að redda sér. Oh my god. Ok, hérna hann fær stóra starterinn. En hann ekki með 3 eins og þar. Nei. Nei, hann mistæmaði það. Ekki nógu aðeins of meaty ef eitthvað sko. Já. Nei. Þetta býða nokkra sekundur. Klára þetta sekundur. með level 3 eða level 1 eða eitthvað. Jú. Bara gott að klára þetta round. Hann har vissilega minni metir núna en hann er alltaf á góðum stað með það að það var honestly þetta eða mögulega að tapa leiknum. Já, akkurat. Ég held að það var algjörlega á góða okkurinn hann. En Jolly-Timer hins vegar með 2 metra. Þannig að hann er á góðum stað þegar næsta byrjar. Ok, smá footsies hérna. Aðeins að bíða. Ekki nógu nálægt fyrir þetta.
Þetta var flott, gott Super Bam Punch þannig. Marissa allavega lukkulega hefur þetta með að geta hoppað yfir þessi ground projectile sko. Já. Og Jury fara það hægt og hefur alveg góðan tíma til þess að ákveða hvað það er að gera sko. Flottur. Nei, erfið. Ok, flott, ok. Hann tók eftir því að þetta var punishable akkurat fúhæðið. Spurning hvað hann gerir núna. Nei, ég ætla að pæla hvort hann ætla að reyna að ná að... Þetta er slæmustæður. Ok, hann er með í hotninu og gott, perfect berry. Oh my god. Já, þetta tekur svo mikið en drive meter. Þarna, drive meter er farinn, en hann var ennþá level 3. Ok. Hann bara gerði það, hann bara flaug í hann. Já, og treytið þarna borgaði sig svo sannlega 1-1 hérna hjá milli þeirra. Þetta er spennandi leikur. Þetta er alveg orðið freka spennandi, sko. Ok. Hvað fær hann hér? Mikið damage, það er sem að fær hérna. Já, næs, og hérna meaty og... Það throw, sko. Oh my god! Shit, það er bara hann confirmaði þetta perfect KO fyrir fyrsta round hérna. Jolly var on fire. Jolly að standa sér rosalega vel. Þetta vakti, hann eins og ég segi, risinn vaknaði, sko. Ok. En hann var ekki perfect aftur. Hann er að tjekka gott confirm þarna. Flottur, ok, komum með hann í hotni. Það sem að ég er alltaf að fara... Hann beitaði þetta. En við tvö hérna, náum á sér. Ok. Nice backdash, bara on wake up. Þetta, hann þarf ekki einu svona eða meter. Nei, bara drive-inu. Á einhverjum sama stað á Jolly var núna á seinasta. Það sem að með 2 metra á móti 0 í seinasta round. Þetta DP maður. Þetta var svakalegt. Gott bara reaction við þessu. Þetta er mitt komið. Sko, sjá þetta nú allt í nu. Býttu nú við. Komin. Reyna að ná eins miklu og level 3, nei, ekki alveg. Nei, það er þarna sko. Ok, ég vissi ekki að það, ég held að það verið búið. Nei, nefnilega ekki. Hún fær bara að halda áfram, sko. En þetta er svo sannarlega perfect á móti. Heyrðu, þetta round var, þessi leikur var klikkaður. 2 perfect hjá sikkurum endanum. Já, einmitt. Ok. 2-1, Igloo. Það bara fyrir eftir hver fær góða pressure fyrst, sko. Igloo kominn á set game hérna. Þetta var mjög gott. Ok, driver reversal-ið. Það er eins að íta hann frá. Ég veit ekki, alveg slæmi staður. Bittu, nei! Aftur! Þetta er búið að vera, þetta er verstast. Þú gefst núna 2 á þessu móti þar sem þeir bara hafa sleppt í að snúa sig við. Já, nei, sko, hér er málið bara, sum af þessum DP-um bara fljúa svo langt yfir mann að maður verður bara að bíða aðeins lengur áður en maður byrjar að gera stóra meaty attackið sitt, sko. Þetta var alltaf svona Tekken moment, það er svona tracking, sko. Já. Það magnaði einhverja að ekki öskar bara harata. Bara upp á það, bara upp á venjulega. Já, ég ekki bara kenna honum um þetta líka. Jú, ég held að það er bara að kenna um allt saman. Heyrðu, en Jolly tekur fyrsta round þó að leikurinn ætlaði að stríða honum hana. Já. Hann náði actually roundinum, svo sjáum hérna hvað hann gerir í næsta. Hann er með meiri meter hérna. Ok, flott. Kemur hann af sér. Ítt honum af, núna koma hérna. Það er alltaf klart mál sama hver nær að vinna þetta. Þetta er svo scary takki, sko. Þetta er rosalega jæmt hérna. Wow, gott chase. Ekki mikið eftir að meter hérna, nú er bara spurning hvort að... Nei, þetta er anti-airið hérna, sko. Já. Þetta er besta anti-airið hérna, held maður í þessu. Þetta armor, hann er alltaf tilbúin í þessu DP þannig með þessu... Anna koma. Og það var svo tilbúin, sko. Nei! Þetta virkaði! Nei, og það virkar. Oh my god. Hella nice. Jolly. 2. Já, Jolly kom með 2 núna. Heyrðu, það er bara set game á báða. Einmitt. Raw level 3 er bara leiðin til að fara. Ekki það, Jolly er mjög virkur í því, með þetta henda bara út supers bara á wake up, sko. Já. Hann bara gera bæðin með level 2 og núna level 3 í rauninni. Nefnilega, hann veit hvað hann vill pressura mikið, sko, hann Igloo. Já. Ég veit lítið það að Igloo sé einmitt að vera ekki að elta þegar hann nær niður, hérna... Hann er alltaf tilbúin að koma beint inn í OK, sko. Ok, flottur. Ok, flott. Nöi!
Yes, gott follow þarna. Hóra. Ok, komið hann inn í hodni. Og þannig, ok, já. Hann er alltaf tilbúin í DP-in, ég er alveg með þetta Ég meina, þetta er besta option á móti mest af því sem Marisa gerir þarna, sko. Þetta var klikkaðasta trade ever, sko. Eins og þarna líka, ef hann gerir ekkert, hitt samt. Það er bara ótrúlega fair. Djúri þarf þetta. Já, það ekki. Það ekki. Nei, ég held að það sé bara meira það að committa svo hard í bæði punchin, sko. Bæði medium punchin. Flott, ok. Það komast að... Já, Leiðilegt að hann datt hann niður. Tímiður. Það var awkward. Alveg á síðasta freiminu, sko. Ok. Reyna ná að gera takast mikið af þessum Ok. Helt bara áfram, komin hérna. Komin í burnout allavega. Já. Og komin í hotnið. Þetta kemur alltaf í hotnið. Já. Þú ert líka með það. Aha. Svo með svakalega mikið advantage, gott drive. Bítu nú við. Hann bara hoppaði. Hann bara fór. Hann ætlaði ekki að eyða level 3 alveg strax þarna. Ok. Hann hefði ekki drepið, annars spurning hvort hann. Ok. Grab og... Já, einmitt. Það var mjög lítið sem hann gæti í alvegni gert nema bara supera, sko, þarna. Set point hérna á báða. Shit, þetta var chip og allt, hann blokkaði þetta, sko. Já. Hún gerir bara svo sjúklega mikið chip damage. En það hittir hún svo trukkur. Flott og meira sér að 6 frame punish og allt, sko. Level 3 hérna, reyna að eyða því sem fyrst. Ná aðeins að koma lífin í burtu. Gott damage hérna. Ekki alveg komin í guld samt. Nei, en nú ábítu. Hann á nógu meter. Já. Hann á svo sannlega nógu meter. Hann droppaði! Nei! Ok, hann þarf bara einu höggi. Og þarna kemur það. Igloo heldur áfram. Ótrúlegt, þetta var... Jolly komin in loses. Shit, hvað þetta var nálægt. Þetta var klikkað, maður.